Sælir. Já, hvað því? Þittir ekki vel á það? Já, þetta geggjað. Það ekki? Þetta getur ekki verið betra. Starfsmannafélag Steypustöðvarinnar 2020. Þetta okkar þriðja mót síðan það var endurvakið og það mörgum leyti mjög sérstakt. Sérstakt að því leyti þó að steypir standi fyrir þessu blóti þá voru öll starfsmannafélag Steypustöðvarinnar hér í kvöld. Mismikið þáttaka á milli félaga en ef þetta verður afslut með þessu sniði er það von okkar að það verði meiri þáttaka á næsta ári. Sérstakt að því leitinu að það hefur aldrei verið starra en nú. Fyrsta árið mættu 50 manns, á blót 2 mættu 92, sem var hámarksfjöldi sem salurinn okkar á Malhraða gat tekið á móti. Sérstakt að því leyti að aldrei hefur verið þéttari dagskrá og metnaðarfyllri. Sérstakt að því leyti að nú í fyrsta skipti heiðrum við fyrrum starfsmann með því að bjóða sem heiðursgestum á blótið. Heiðursgestir Þorrablótsins 2020 er öðlingurinn Guðni Guðmundsson og kona hans Steinunn Sigurðardóttir. Gefum við gott lag. Guðni hóf störf hjá dótturfélagi Steypustöðvarinnar, Vinnufélag HF árið 1974. Starfaði sleitulaust til 1.10.2017 í 43 ár. Lét störfum á 74. aldursári. Mér er sagt að það sé hægt að telja dagana á fingurum annarra handa sem hann hefur verið frá vinnu vegna veikinda. Það er aðra hann sér til fyrirmyndar. Fáir menn hafa staðist voru snúningur til vinnu. Allir vinnustaðir og heimili þurfa að eiga einn svona Guðna. Við langar að biðja Guðna og Steinunni að koma hér upp. Þeir eru prófálsgestir. Hingað á sviðið og mættu einn af betri trúbadórum landsins, Biggi Sævars. Hann ætlar að stjórna með okkur hérna núna í kvöld, Kjöldasund og taka vel undir. Góða kvöldið, hvað segir þið gott? Gaman að sjá okkur, já, þarna kom það. Gaman að sjá okkur aftur hérna á ári. Þú maður byrja hérna að þessu, sjáu það på glærunni, er á Þrólafrælum, við erum á Þorrablóti. Nú frost af fróni, frís í æðum blóð, veður kuldar hljóð, kár í jötum móð. Yfir Laxalónin liggur klakandi, þær við hliðar við Hamrakinn. Maran, báran, blá, brotna þung og há, unnasteinum á, hvíld og grænt og grá. Yfir alla tjóni æðra skipstjórinn, harmar hlutinn sinn, hásetinn. Horfið á heiaforðan, huggur búandinn, minnkar stampinn minn, magnast harðindinn. Nú ennan norðan næðir kulda hér, yfir móher, mynd sem ver. Bóndans lífi á, björnum þeitir snjá, hjúin löpur hjá, honum sitjand á. Því þeir ringar skorðan, huggar manninn draug, brátt búi haug, búi snöyt. Takk fyrir. Takk fyrir, við skulum fara hérna aftur. Nú ætlum við að sýna ykkur smá myndband. Við fórum hérna smá á Víking og ræddum við svona mann og annan og einu konu líka. Okkur langar að sýna ykkur afraksturinn af þessu. Gjörðu svo vel. Þú lýsa fyrir með forstjóranum, Björninga. Hann er skemmtilegur, fjörugur, uppátækjasamur. Æðislegur, frábær, skemmtilegur. Hjartgóður, ljúfur,
Maður. Hann bara ekki skemmtilegur. Það bara mjög einfalt. Lítur út eins og kind. Hann feitur. Feitur og leiðilegur. Hann latur. Hann stjórnsamur. Og þótt. Húsgeifur. Hrokafullur, frekur. Mjög sætur, fallet hár. Oh, you touch my tra-la-la. Hvað finnst þér Karl? Hann hrokafullur. Feitur. Drikkvartur. Hann með mikið hár og það kóngur Íslands. Leiðilegur. Og ekkert fyndinn. Já, þetta helvíti skúrkur. Fyllibita, auðviki. En hann ljótur. Vel í holdum og frekar gráður. Og sexy. Oh, you touch my tra-la-la. Hver starfstítillinn þinn? Ekki hugmynd. Ef þú verður að byggja, hvar myndir kaupa steikuna? Bíðamalló. Hver kynþokkafyllsti karlmaður á Íslandi? Björn Ingi. Oh, you touch my tra-la-la. Hver forstjóri steypistöðarinnar? Það veit ég ekki. Hver biðtíminn á afhendingu á steypu á höfuðborgarsvæðinu? Jú, ekki 4 ár. Ég maður. Hvað langt sumarfrí hjá þér? 9 mánuðir. Ertu ánægður í vinnunniðinni? Nei. Hvað finnst þér Jón Tómasson, stöðvarstjóra? Hann ákaflega ófyrirsjáanlegur. Já, hálfgerð nískulaus bara. Sköllóttur, feitur og skemmtilegur. Já, hann stórfurðulegur eiginlega. Hann garabuggifa. Hálfgerður valtari. Og ríkalega skemmtilegur. Hann skrítið. Hann skrítið kall. Hann klaufi. Hrókakipur. Hvað ástu margar konur? Og fár. Hvað er mest að þú steypu þegar þú ert að byggja? Bíðamalló. Hver kynþokkafyllsti karlmaður á Íslandi? Það ég sjálfur held ég. Oh, you touch my tra-la-la. Björn Ingi, ertu ánægður í vinnunni? Nei. Hvernig stendur þið í rúmun? Það löngu búið maður. Lækum tíma réttum náðasteina, lítið fjóla græni skýður fólk. Áskir miklu brotir milli reyna, í bænum býður illu vaxin snór. Ef ég væri orðin lítið fluga, gildu gutta bretti flugið mig, og þó ég öllu annars mætti duga. Ég skemmti gíta nefnir þig. Þetta svo flott hjá okkur, tökum þetta einu sinni enn. Lækum tíma léttum mánasteina, lítum fjóla græði skýður fólk. Áskil ykkur brotir milli reyna, í bænum hvílu lítur vaxin stór. Ef ég væri orðin
hún var að koma að veikjum heim. Það var í ágúst að áðinu strætti, og var í almenna blöðunum þeim. Hún var svo ung eins og afgandi rósin, ég hafði aldrei séð hana fyrr. Langar dönsuðu okkar með ljósin, og augun lyftuðu þögur og kyrr. Gíkið tók í hönd af völdu, horfið djúp og blá. Gengur síðan upp af völdu. Þegar herðaði aftur og byrti, hjarta ákvaða kenndi ég sín. Og fyrir augum að ángríms mér svisti, hún var með einfalda giftingar í. Hún var með einfalda giftingar í. Förum við inn á útlæsta lagaprógramminu, svo danska. Gefum hann gott lag, Birgir Sævars! En við ætlum ekki að hleypa hann hérna niður. Hann þarf að spila undir. Ég þarf að biðja Gulla að koma hérna upp, hann þarf að vera aðstoðarmaður í Arnónum. Hver eru komið það í hug? Eru kallur í stuði? Eru kallur í stuði? Eru ekki í stuði? Salút! Ég verð að biðja Arnómsrítarar hafa setið allt árið með sveittan skallan við að reyna að finna eitthvað til að skrifa En það var mjög erfitt. Arnómsrítarar lentu í miklum erfiðleikum með að finna eitthvað á menn. Það er skýlaus krafa frá Arnómsrítarum að þið standi ykkur betur á næsta ári, annars verðum við fara að ljúga upp að ykkur enn frekar en það sem við höfum gefið í kvöld. Og þá er aldrei að vita hvað skilur. Sem fyrr vilja Arnómsrítarar vera nafnlausir vegna hættu og líkamstjóni. Hefst á lesturinn. Þorrablótið 2019 þótti teknast mjög vel, en aðal skemmtiatriði var tískusýning þar sem allir helstu starfsmenn steypustöðurinnar komu fram í kvenmannsfötum. Þegar Þorranefndin leitaði til þessara manna að þeir kemur fram í kvenmannsfötum, þá reiknum við ekki með því að þetta myndi hafa eins víðtækar afleiðingar og raun bar vitni. Forstjórinn okkar, Björn Ingi, var kynntur til leiks á Þorrablótinu í fyrra í fyrsta skipti í kvenmannskjól. Honum líkaði svo vel að klæðast þessum kjól að hann hefur ekki farið úr honum síðan og hann svarar nú eingöngu nafninu Dísa. Dísa glöð á stjórnarfund harkaði daginn. Þetta var vandræðaleg stund, því í kjól mætti gæinn. Pétur Jákall er nú genginn til liðs við Femínistafélag Reykjavíkur, kominn í stjórn þess félag og stefnir á formannsstólinn með vorinu. Járnkallinn í kjól sér tró, feminist æði. Í formannsstagnum hann uppi stóð, já, hann víst kyninn bæði. Steini Rækja, já, hann hefur fundið sér annað starf. Það sást síðast til hans þar sem hann stjórnaði hópa klæðskiptingum í jóga í þröngum jógabuxum. Steini Rækja hvarf á braut, sótti stíft í jóga.
hann fyrstu verðlaun hlaut. Já, ég er ekki að djóka. Róman var eini úr pólska samfélaginu sem tók þátt í tískusýningunni og þótti svo góður í þessu hlutverki að mikil eftirspurn skapaðist að fá hann til að tróða upp í á samtökunum 78. Síðast sást til hans á Keflavíkurflugvelli læðast meðfram veggjum á leiðu landi. Það hefur ekkert spurst til hans síðan. Róman konur líkist mest, því kjóllinn hæfir honum, hvar úr landi þykir best, með hins eigin konum. Nú það Kai, hvað á ég að segja Kai? Hann fer mjög lengt með sínar hvatir. Hann fer erlendis reglulega og hefðu annars verið spurningar af honum á vafasömmum vörum í Tælandi. Langt í burtu landi, hvötum sínum sinni, Kai sá síðast í Tælandi, á Dragsjói var kynni. Það nú einu sinni þannig, það alltaf nokkrir sem alltaf gaman að tala sem einfallega bara það skemmtilegir. Já, ég að tala Bróa Tækjaóla. Hann hefur þá einstaka hæfileika að geta ekki farið í búðir án þess að kaupa eitthvað og fá sérstaklega búðir sem selja alls konar tæki og tók. Brói sendibíkinn okkar á Malarhöfða og yfirleitt sendur til þess að útrétta ýmsa hluti. Og þar Péturs Jákall sérstaklega að hafa í huga að senda nú ekki Bróa Tækjaóla neitt nálagt þannig búðum. Nú var það seinni part vetrar að Pétur Jákall sendir hann út af örkinni til að kaupa smá til rekstursins og auðvitað ekki að sér að það skamt að sú búð var mjög nálægt drónflæ, búð sem selur dróna. Það skemmst frá því að segja að Brói tók Tækjaóli, keypti svo mikið að hann nú sagður stór hluthafi í þeirri búð. Dróninn ætlaður til að fylgja honum eftir allan sólarhringinn við tökur á nýju raunveruleikaþætti Keeping Up með Bróa. Flaug yfir sjóarland, auki þar einn skrýtla, stoppaði og spurði hann, viltu mig kaupa? Ertu frá Erkói, stóra? Hendist ég þá upp í loft, tótið hluði holt og bolt, stoppaði við eyra hans og spurði svo hann myndi heyra. Ég frá Flæjói, ég frá Flæjóinu góða. Gekk hann svo í kringum mig og ekkert meira mig spyr, ræskir sig og hóstar smá, en ákvaður svo að segja: Ég ætla að kaupa þig, ég ætla sko að kaupa þig, þá ég í 4. Öryggið á oddinn farsi sem vel kunnugur. Yrsa öryggisstjóri, hún tekur starf sitt mjög alvarlega sem betur fer og sendi á alla deildir svokallaðan öryggiskross sem virkar þannig að mismunandi litur þar til gert spjald sem skiptur upp í reyti. Einn reytur fyrir hvern dag, græni liturinn fyrir óhappalausan dag. Deildirnar hjá Steinustöðunum farnar að keppa það hver hafi krossinn einlitan eða bara grænan í hverju mánuði. Hver deild hefur fengið sinn kross, en eftir mikil mótmæli frá deildinni á Malarhöfða þá hefur Yrsa öryggisfulltrúi
komist að niðurstöðu það eftir mikið fundarhald með framkvæmdastjórn steypustöðvarinnar að Hannesi mikli fái sér kross. Nú hefur Sandra Westphal látið að störfa hjá fyrirtækinu og þökkum henni kærlega fyrir samstarfið á liðnum árum. Jafnframt vilja stjórnendur fyrirtækis taka fram að verið að leita logandi ljósi að nýjum starfsmanni hennar stað. Viðkomandi starfsmaður þarf að gangast undir strangar þjálfanir áður en hann hefur störf. Þungamiðja þjálfunar að skilja hvern anskotan Kai að segja. Jæja. Stopp! Ef þú heita vatn, þú skrifa bók. Nei, ég heiti bara vatn. Ég er ekki fjöski. Ég er ekki að skrifa bók. Nei! Þú ekki skilja mig! Ef þú heita vatn, þú skrifa bók. Sandra! Já. Ég sé ekki skilja hann kæmi inn, já. Hann segja, ef þú ætli kaupa vatn, þú sett að skrifa í heita vatnsbókina, já, skilja ekki. Það hefur verið þannig í gegnum tíðina að erlendi starfsmenn sem starfa á Íslandi hafa margir hverjir sótt íslenskunámskeið sem styrkt af verkefnisfélögum. Í tilfelli starfsmanna í Helguvík er málum öðruvísi farið. Það var miklu ódýrara að senda Ásgeir í pólskunám. Nú þegar lægðir í byggingargeiranum hafa verktakar og múrarar haft samband í stjórnstöð. Þeir eru mjög áhyggjufullir. Til að bregðast í miklu samdrátti þá biðja þeir okkur í guðanna bænum ekki senda Jón Hest. Hann étur alltaf allt úr ískapli hjá okkur. Éta mat, lón og dón. Sanna svangi Jón, bæður manna són. Margan smiðinn hefur hann, ég kikka til þá. Ekkert þar sem ekkert, og ekki vilja hann já. Og í allt í dælu mannin rann, já Jón var þar í gær. Éta mat, lón og dón. Sanna svangi Jón, bæður manna són. Mætti að fara með millikaflan aftur. Það lægi eitthvað vegna. Margan smiðinn hefur hann, ég bið gaddinn á. Og ekki vill hann fara þar sem ekkert að fá. Og smiðurinn hann vann og engan matinn fær. Því einn maturinn hann að það í gær. Þegar hausta tekur, þá skipt dekk undir steypubílum og dælum sett vetradekkin undir, sem ekki frásögum færandi. Einn bílstjórinn kom arfa vitlaust til Pétur Jákarls og sagði farir sínar ekki sléttar. Pétur Jákarl, sem ekki kallar allt ömmu sína, spyr sallarólegur: Hvað að Júrek minn? Þegar svona mikið liggur við, tjáir Júrek sér með miklu handabandi og tungumáli sem blandað af pólsku, íslensku og þýsku. Og þess maður geta, enginn getur skilið hann nema Pétur Jákarl. Eftir svo mikið handabaks og kveiki í höndunum kemur ljós hvað æsti Júrek svo mikið. Eitthvað sem hann gæti aldrei sætt sig við. Hann fékk undir bílinn sinn dekk undan öðrum, gömlum steypubíl. Nokkrir starfsmenn steypustöðvarinnar fara reglulega í veiði og hafa stofnað félag. Það kallað veiðifélagið Ormarnir 3. Pétur Jákarl, Árni Vestó, Kai og Sandra Steipó, og Hannes Mikli. Mikið leynd hvílir yfir þessum veiðiferðum, svo mikla reyndar að minnir á frímúrara hér áður fyrir og þurftu amálsritar að beita brögðum til að fá einhverju upplýsingar en aðalega leituðu við ráða hjá skáldagyðjunni. Pétur Jákarl
sér matsetin í þessum ferðum, enda þar á ferðinni mikill veislu kokkur. Svo góður maturinn hjá honum að menn sverta sig í viku fyrir ferðina. Ef menn vilja komast í hóp þessara vöskuveiðimanna þurfa þeir inn í sömu og gangast undir strangt inntökupróf. Svo erfitt að fæstir komast þær í gegn. Sögur herma að Jón Tómasson eða Johnny Boy hefur verið í strangri þjálfun undanfarin ár, hefur reynt 4 sinnum en alltaf fallið. Það hefur sést til þeirra undirbúa ferðina en þeir þurfa að lágmarki 3 stóra bíla til þess að ferja allt fyrir hafurstask. Veiðistanginnar að sjálfsögðu með. Ekki fórum mikið af sögum veiðina hjá þessum köllum. Ekki fyrir þeir tóku söndru steipó með. Þá fór allt í að koma hellinga fiski heim. Sögur segja hún sé svo fiskinstelpan að nú taka þeir bara eina stund með en hinir þjónustana út í ána mat og drykk. Í upphafi árs fór að bera á því að menn vildu ólmir vera sendir út á Seltjarnarnes með steipur. Svo ólmir voru þeir að það kom til yfirvilda á milli bílstjórana. Einhverjum vegna voru þeir lengi að skila sér tilbaka. Arnársriddarar einhvern forvitna og vita hvað var í gangi sem orsakaði spenningin fyrir þessu tiltekna svæði. Ef farið var að fylgjast með bílónum þá stoppuðu þeir allir í hakkum sem eitt og sér væri ekki framsögu færandi nema fyrir þær sakir að einhverjum vegna þá fylltist allt hér af ananas. Mikill bílaáhugi hjá starfsmönnum steypistöðvarinnar og fór að bera á því að menn sóttu stíft námskeiði að bóna bíla. Fengu menn nýtt starfsheiti eftir námskeiðið. Fremstur og meðal jafningja Bjarki á rannsókn. Hann ber nú sæmdarheiti Bjarki Bóner. Nokkrir starfsmenn steypistöðvarinnar stunda vaxtarækt af miklu krafti sem ætla mætti að skila sér í betri starfsmönnum. En nei, það ekki svo gott. Strákar, sýniði smá tillitssemi hafið ljóð. En það ekki svo gott að skila sér í betri starfsmönnum. Adam, öðru nafni Litli Graður, segir ekki vinna, bara orfa. Einn daginn kom Kai æðandinn á kaffistofu á Malarhöfða og fór mikinn svo gustaði af honum og þurfti menn að vera snöggir til að forða sér til að lenda bókstaflega undir kallinu. Hann var að ná í kaffikönnu til þess að hafa til þess sem var hann var að ná í kaffikönnu og tók þessa sem var á borðinu. Björgvin hræri stökk til og spurði hvort hann vildi leysa nýja sem var verið að hella upp á. Kai tók það ekki mál og sagði Nei, þetta bara gestir. Snemma á síðast ári var ákveðið að Gulli dreki yfir færður í Hafnarfjörð þegar það vantaði mann í turnni þar. Hann tók til hendinni þar heldur meður og stjórnar þar að mikill röggsinni svo mikilli að menn læðast þar með frá veggjum. En af því að ég að segja frá þessu þá báðu þeir stjórnendur fyrirtækisins að koma því á framfæri að þeir byggjast Hafnfirðinga afsökun á þessari sendingu. Maggi Óskars, öðru nafni Maggi Smali, hefur marga auðsinn og sopið í gegnum tíðina og hefur reynt margt. Arnársriddarar heyrðu skemmtilega sögu af honum á dögunum sem gerðist þegar hann var ungur með stóra drauma að vera stórbóndi með svínabú. Höfðust að ná sér reynslu með því að bjóða upp á þjónustu við að sitja yfir giltum þegar það væri gjóta grísum. Þegar loksins kom að því að bóndinn okkur hafði samband við Magga Smala að hann myndi koma og sitja yfir fyrir hann var eitt vandamál. Maggi var kominn á skemmtun í sveitinni og kominn í glas. En Maggi lét það ekki stoppa sig og mætti í stíuna nóttina á umsöndum tíma. Hann átti svolítið erfitt með að stoppa að drekka. Hann faldi flöskuna bara inn á sér og hugðist gæða sér á henni yfir setunni. Þess má geta fyrir þá sem ekki vita að gildan á 12 til 18 grísi og hefur ekki teknið frá henni jafnóðum og þeir skjótast í heiminn og étur hún á. Nú líður tíminn og svínabóndi vaknar á miðjanótt og ákveður að kíkja á Magga Smala og sjá hvernig honum gengur. Jesus, við honum blasir skrýtin sjón.
Maggi smali syndur agndofa með hálfa flösku í klofinu og horfir á giltuna í enda grísin. Bóndi verður brjálaður og segir með þjósti: Hvað þetta drengstauli? Horfir á bara á giltuna í enda grísin? Maggi brosir sínu sælasta brosi, brosi sem lýsir vissu eigið ágæti. Bíddu á leiðinu, hann kemur aftur, hann búinn að fara 12 hringi. Það fara ekki mikla sögur af þessari þjónustu hjá Magga smala eftir þetta. Upprann fallegur en mjög kaldur vetrardagur. Sólin skein á fólk og fyrnindi. Starfsfólk skrifstofunnar á Malarhöfða hafði mætt snemma og var almenn gleði í húsinu. Þangað til að lítill óboðinn gestur sá skoppa inn útidyrnar. Hún resti í róliheitum fram hjá skrifstofu Benna allsherjarskoða og tók stefnuna innar í húsið. Halli Hekla ákvað að nota tækifærið og tilkynir hátt svo allar konurnar heyri örugglega að sést hafi til músar í húsinu og spyr hvort það sé nokkur hræddar mís. Lísa fjármálastjóri sem móðgaðist mikið við þessa spurningu og brost ókvæða við. Hræddar við mís? Ekki í lagi heima hjá þér, Halli? Mís eru svo mikla krútsprengjur að það ekki hægt að vera hræddur við slíkar dúllur. Nú líður og býður. Þegar allt í einu upphefst slík læti í húsinu að virðist vera á ferðinni 18 tröll. Öskur sker í gegnum merg og bein berst húsið. Þegar farið var að kanna málið kemur í ljós að þessi ósköp eiga upptök sín hjá Lísu fjármálastjóra. Fólk rýkur inn á skrifstofuna, við þeim blasir Lísa náföl og skjálfandi, standandi upp í gluggakistu og klórför eftir hana alla veggi og meira segja upp í loftinu. Hún á háa síðanu en fólk skilur ekkert hvað hún að segja vegna tannaglamurs. Menn voru að spá í að hringja í sérsveit ríkislögreglustjóra, slík voru lætin. Þegar sést í litlu músarana koma undan skrifborðinu hennar. Lísa tekur slíkt stökk úr gluggakistunni að hefði verið verðlaunastökk á heimsmeistaramóti í langstökki og lendir fyrir aftan hópinn. Síðast sást til hennar á harðarhlaupum niður Ártúnsbrekkuna. En þá kemur Þórey skotskvís, hlaupandi til bjargar, klædd eins og Rambo með stríðsmálningu í andlitinu. Hún skuttla sér inn á skrifstofuna í svo fallegum boga að myndi á atriði úr B-karatemynd frá Kína. Fólk forða sér út úr skrifstofunni og lokar hurðinni með hraði. Mikið brambolt og læti berast úr skrifstofunni, brothljóð og skarkali. Slík voru lætin að menn héldu að hann var að rústa húsinu með sleggju. En eftir 30 mínútur kemur hún út, öll reifin og tætt, sigri hrósandi með músina lífandi í hendinni. En skrifstofunni var lokað til frambúðar vegna skemmda. Það að músina frétta að hún lifir í vellistingum á Malarhöfða og höfð til sýnis í fiskabúri. Skrifstofan öll í klessu, en músinni náðu við þó. Lísa öskraði, svaka hátt, Rambo fékk sína drátt, en við kyrjum samt sama í rústunum. Við kyrjum hippin í hæ og hippin í hí, svo bergmálar skrifstofunni hérna í járnbúrinu er lítil mús, við getum skoðað hana öll. Hún spyrtir á ný. Bjössi, þetta var ekkert okkur að kenna, músin ætlaði að borða okkur. Þökkum Digga og Gulla kærlega fyrir, gefið þeim gott klapp. Þá allan lokið þetta árið. Annars veit að verið að beina tilmælum til starfsmanna
að þeir standi sig betur við að klúðra hlutum þetta árið svo gangi betur að gera grín að ykkur á næsta þorrablóti. En endilega, nú skulum við bara skála vel og skemmt okkur. Endilega, skál! Skál. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmæli af Tóti. Hann á afmæli í dag. Til hamingju með daginn á morgun, eftir miðnætti. Maður skoða drengin.